Komið sæl og veru velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra þann 19. apríl 2024. Þið myndu ekki trúa því hvað er ánægður að vera komin aftur á skjáin til ykkar, kæru áhorundur og í eyru ykkar, kæru hlustundur. Eftir þátt með, óhefbundnu sniði í senustu viku sem menn hafa þó látið vel af, hann er ennþá veitum, getið hlustað á hann. Þar ræddi ég við vægasagt málsmetandi menn samfélagshorfurnar og við vorum staddir í Brussel. Við erum nú fréttir frá Brussel í þessum þætti hérna rétt og eftir. Það er ekki allt fagurt sem gerist í Brussel. Ó nei. En við Íslendingar við höfum óneitanlega viðskipta hagsmuni og þarna erum við í efnahagslegum tengslum við aðildarríki mikilvægra efnahagsbandalaga og ef til vill er það ekki svo galið. En hér er ekkert fullyrt það. Nefnum reyndar líka í þessum þætti aðrar mögulegar aðfarir að fullveldi okkar á öðrum sviðum hérna síðar í þessum þætti. Fréttir vikunar. Fréttaþáttur með einföld grunngildi, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Við erum á frjálsum markaði, við reiðum okkur ekki eins og við nefnum stundum hérna í þessu þætti á rekstrarfé og ríkissjóði eins og flestir þeir miðlar sem koma ykkur fyrir sjónu í dagsdaglega. Við erum stoltir af því að vera í samstarfi við íslensk fyrirtæki, öflug íslensk fyrirtæki. Þorgrímsson er meðal þeirra byggingavöruverslun sem þú ættir að kíkja í áður en þú gerir nokkuð annað. Ef þú ert með framkvæmdir í huga, baðflísar, eldhúsflísar, efni á veggina. Allt er svo einfalt, svo þægilegt og svo notæft hjá Þorgrímsson og maður fær alvöru aðstoð að átta sig á dæminu. Hljóðvist til dæmis. Þarftu að bæta hljóðvistin einhvers staðar. Annað fyrirtæki Reykjavík Fótó, við lifum á tímum tæknibyltingar þar sem hver sem getur framleitt efni í gæðum sem hefði verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. Hlið þitt inn í þessa byltingu hér á Íslandi er í Reykjavík Fótó. Hljóð, mynd og ljós ódýrt. Annað fyrirtæki sem við erum í samstarfi við að lokum Myntkaup í fjöllum svo sem það hérna síðar í þessum þætti að það eru meiri háttar vendingar enn á nýju rafmyntaðeiminum. Leiðin sem flestir Íslendingar nota, einfalda og örugga leiðin til að kaupa Bitcoin á Íslandi er í gegnum Myntkaup, myntkaup.is, farið þangað. Hvað það, kæru áhorundur og kæru hlustendur, það er ótal margt að frétta. Við leggjum það svo sem ég vana okkar hérna á þessum vettvangi að fjalla þessum efnahagsmálin og við getum byrjað þar, því að það stendur til að reka ríkissjóð Íslendinga áfram með töluverðum halla á næstu árum, þrátt fyrir verulega skuldasöfnun nú þegar. Fjármálaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson var að kynna fjármálaáætlun í þessari viku og þar eru engar hugmyndir samkvæmt útskýringum sem maður hefur fengið á þessari fjármálaáætlun, engar hugmyndir niðurskurð í opinbera kerfinu. Útgjaldavöxturinn heldur áfram á næstu árum og við minnum alltaf á í þessum fréttaþætti að það þarf að borga þetta allt saman þótt síðar verði. Það verðum við sem borgum þetta í framtíðinni með sífellt hærri sköttum og sífellt fleiri íþyngjandi gjöldum í okkar hversdagslífi, í okkar fyrirtækjarekstri og hjá þeim fyrirtæki sem við vinnum hjá. Sumir flokkar telja nauðsynlegt að vera raunsæir og hækka skatta nú þegar, eins og Samfylkingin undir forystu Kristrúnar Frostadóttur sem nefndi hærra auðlindagjald og frekari skattlagningu fjármagnstekna í viðtali við Stöð 2. Þetta voru þau gjöld sem hún nefndi, mögulega eitthvað eitt annað. En hún gefur allan til dyranna eins og hún klædd hækka skatta. Ég segi, Guð hjálpi þeim stjórnmálamönnum sem sjá ástæðu öllu heldur til þess að laga ríkisreksturinn. Af því að kerfið mun ekki bregðast vel við slíkum breytingum. Það verða erfiðar ákvarðanir sem hefur sýnt sig að er eitthvað sem ríkjandi stjórnvöld treysta sér ekki til að taka. Ákvarðanir sem þeir treysta sér ekki til að taka. Og því miður er það svo í þessum málum að því lengur sem þú frestar þig að taka þessum vanda, því verri verður hann. Og við sitjum upp með þá þróun. Önnur spurning í öllum þessum umræðum fjárlögin og fjármálaáætlun öllu heldur er auðvitað í hvað peningur fer. Ég veit að maður kvartar auðvitað alltaf undan útgjaldaaukningu en síðan kallar maður eftir útgjaldaaukningu á sviðum sem manni eru hugleikin. Þetta er svo sem held ég eitthvað sem einhver þversögn sem hrjáir flesta en þetta eru raun og veru samt eðlilegt vegna þess að þetta er alltaf spurningu forgangsröðun. Hvert viltu að peningurinn fari? Ef ríkisvaldi á að sinna einhver verkefnum, hvaða verkefni eiga það að vera? Og að mínu mati þá er það íslensk tunga. Eiríkur Rögnvaldsson, málfræðingur, bendir á í færslu að ekkert auki fjármagn virðist í þessari nýju fjármálaáætlun ætlað málaflokki sem við höfum auðvitað fjallað töluvert í þessu þætti sem er íslenskukennsla fyrir útlendinga. Eiríkur Rögnvaldsson, málfræðingur, bendir í færslu á að ekkert auki fjármagn virðist í þessari nýju fjármálaáætlun ætlað málaflokki sem við höfum fjallað töluvert hér í þessum þætti sem er íslenskukennsla fyrir útlendinga. Stefna stjórnvalda
því óbreytt. Að festa ensku í sessi sem tungumál sem verður á endanum jafn rétthátt íslenskunni í íslensku samfélagi, eins og hefur verið að gerast hægt og rólega undanförnum árum. Á sama tíma nefnir Eiríkur að 8 milljarðar króna séu ætlaðir svo nefndri þjóðarhöll fyrir íþróttir, svo forgangsröðunin. Ekki það, samanburður sem þessi ekki alltaf sanngjarn, en punkturinn þessi. Íslensk stjórnvöld, þau segjast vera að huga íslenskri tungu, en þau eru ekki að gera það í alvörunni. Þau ættu í raun og veru að vera að fara á taugum ef þau myndi átt að sjá ábyrgð sinni, en í staðinn eru þau með hugann við annað, nýja ráðherrastóla, lyklaskipti. Í millitíðinni mun ástandið að óbreyttu halda áfram að versna, þar til íslenska hættir að meika sens. En svo það voru sagt, þið heyrið það, tungunni þegar farið að hnigna í okkar eigin máli. Annað. Í efnahagsfréttum erlendis, í víðara samhengi, myndbrot af brasilíska bardagakappanum, myndbrot bardagakappa sem heitir Renato Moicano, sem birtist af honum eftir að hafa unnið bardaga í UFC nýlega, hefur vakið nokkra athygli. Hans fyrstu viðbrögð og hans fyrstu hugsanir eftir bardagan voru nokkuð hugmyndafræðilegri og pólitískari en gengur og gerist. Skilaboðin vera ágætt þó. Kíkjum á þetta. I do my speech, but first of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and all us. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. Renato Moicano, ladies and gentlemen, killing it out here. Já, maður sér þetta if you care about your fucking country þetta helst í hug fyrst að þetta sé einhvers konar deepfake, það að segja falsa myndband, að þetta alvöru. Lestu Ludwig von Mises og veltu fyrir 6 boðorðum austuríska hagfræðiskólans, segir þessi bardagakappi. Það virðist óljósnur nákvæmlega að það engin kannski 6 tiltekin skilst mér á uppflettingum minni boðorð þessa hagfræðiskólans, en við getum svoðið austuríska hagfræði niður í það sem við myndum kalla bara grundvallar andstöðu við inngrip ríkisvaldsins í markaði. Það að segja meðal annars með því að til dæmis nota miðstýrða seðlabanka til þess að stjórna peningamagni í umferð og búa til verðbólgu, eins og er gert núna. Af því að með þessari miðstýringu telja menn í þessum hagfræðiskóla neytendum og samfélaginu sé unnið töluvert tjón frekar en gagn. Það alltaf talað að þetta sé notað. Það einhvern veginn eins og seðlabankin valdi vandamálinu, en svo hann sá sem á að leysa þetta. En sem sagt, þessi hagfræðistefna, ég ritstjóri verður að segja, hann er ekki fráhverfur hagfræðikenningum að þessum toga í seinni tíð. Það virðist allan ekki hljóma galið að það væri æskilegra ef gjaldmiðillinn sem menn notu til viðskipta sín á milli og til að geyma verðmæti, ef við getum litið svo á að gjaldmiðill hafi ákveðið hlutverk, geyma verðmæti, þar sem þú getur treyst í að þú átt 100 kall og þú getur bara geymt hann og hann heldur verkið sína, það er ekki þannig núna. En í einhverju draumsýn þá eiga gjaldmiðlar að geta gegnt þessu hlutverki líka, rétt eins og gull gerði þegar gull var grundvöllur peninga, þar að segja þegar gjaldmiðlar stóð á gullfæti, sem breytist 1970 í flestum vestrænum ríkjum, hægt og rólega. Sem sagt, ef þú gætir haft gjaldmiðil sem myndi ekki glata verðmætum sínum, eða myndi ekki glata virði sínu svona hratt, þá væri það betra. Það er allavega það hljómar betra. Að við þyrftum ekki alltaf einhvern veginn að vera undir orpin duttlungum seðlabankamanna sem prenta peninga eftir því sem þeir þurfa, en þá rýra þeir gildi okkar peninga. Þetta hljómar allan vel og sumir telja að þessi gjaldmiðill sem geti verið svona öruggur og traustur og rýrni ekki svona stöðut geti verið Bitcoin, vegna þess að Bitcoin hefur ákveðna framúrstefnulega hönnun sem tryggir getu hennar til að geyma verðmæti án þess að þau rýrni stöðut. Þótt að myndin sem í óstöðu núna, þá myndu menn óska þess að þetta myndi hægt og rólega þróast í átt að geta þjóna hlutverki peninga þegar þetta verður stöðura. Þórður Pálsson, viðskiptafræðingur, áður bankamaður, núna er hann fjárfestingastjóri hjá Sjóvá, sem er töluverða þekkingu á efnahagsmálum og er áberandi álitsgjafi þessa dagana í samfélaginu og X.
Hann ekki sannfærður Bitcoin, hann sem sagt, þráttur hafa töluverðar áhyggjur af umframeyðslu stjórnvalda sem margir hafa, hann ekki sannfærður Bitcoin. Í færslu á X þá fjallar Þórður að hann telji ekki að peningur eigi að geyma verðmæti, eins og vorum að tala heldur eigi að vera notaður einkum til viðskipta. Af því að það annað hlutverk, viðskipti og síðan að geyma verðmæti. Þórður skrifar, peningur ekki sparnaður, enda óvaxtaberandi eign. Sparnaður ávaxtast ekki öðruvísi en með áhættu töku, það þáttöku í verðmætasköpun. Og það grundvöllur framþróunar og verðmætasköpunar í hagkerfinu að sparnaði veitt í arðbæra fjárfestingu sem síðan eykur framleiðni og þar með laun í hagkerfinu. Útópía Bitcoinera, skrifa Þórður, þar sem allir ættu Bitcoin í stað þess að taka þátt í verðmætasköpuninni væri kyrrstöðu hagkerfi án framfara sem þýddi auðvitað að hagkerfinu myndi byrja að hnigna, skrifa Þórður. Þetta ákveðin sýn. Og með svipum rökum auðvitað, ef maður myndi taka þessi rök alla leið, ef maður myndi fara að taka þátt í rifrildum á X, í staðinn gerum við það hér og postið því síðan á X, eins og við séum ekki bara að taka þátt í rifrildum á X, alltaf. Ef maður myndi fara að taka þátt í rifrildum hann á Twitter, þá væri alltaf hægt að segja, ef það að peningur sé góður sparnað líka, að hann geymi verðmæti, ef það þýðir að fólk myndi ekki fjárfesta peningurinn sínum, þá hlýtur maður að draga þá ályktun að það væri alltaf bara best að vera með óðaverðbólgu. Svo við getum verið vissum að fólk kæmi öllum peningur sínum eins hratt frá sér og það gæti í fjárfestingar. Vissulega við að snúa upp á orð Þórðar í einhverju skilningi og ganga lengra með pælinguna, en það samt endalega niðurstaða þessara hugsunar að það sé slæmt ef peningar haldi gildi sínu. Þetta svona, sumir eru algjörlega samfærðir að Bitcoin sé leiðin fram á við. Að Bitcoin sé lausn sem getur lagað peningakerfið með róttækum hætti og boðið upp á alvöru gjaldmiðil sem allir getur notað eða byggt sína gjaldmiðla á einhvern veginn. Aðrir eins og Þórður, þeir hafna rafmyntum bara kategórist og það eru mjög margir sem hafna rafmyntum kategórist og stundum það, og ég man alltaf ég tók viðtalið Heiðar Guðjónsson, einhvern veginn var að spyrja hann út í þetta að hann mjög opinn fyrir nýjum lausnum í gjaldmiðlamálum en hefur hafnað í raun og veru sögulega séð Bitcoin vegna þess að hann trúir ekki á það hvernig orkuöflunin grundvöllur námugraftrarins í Bitcoin og það þá gert með rökum og þá getur maður virt þá afstöðu þegar menn hafna þessu með góðum rökum af því auðvitað eru rök til í báðar áttir. Maður getur hins vegar ekki virta og þá ég ekkert að segja að það sé í tilfelli Þórðar vegna þess að hann kynnir sér þessi mál líka mjög vel. En það þreytandi þegar maður sér málsmeitandi aðila hafna Bitcoin af því þeir ekki hrifnir af menningunni í kringum þetta, ekki hrifnir af svona spákaupmönnum í þessu sem eru óneitanlega í þessum bransa, en það þýðir ekki að maður geti ekki haft vitsmunalega sjálfstæði til þess að hugsa hver undirliggjandi tæknin og hvað felur þessi tækni í sér í stað þess að í raun og veru dæma þetta allt út frá einhverjum með spákaupmönnum sko. Ég myndi segja að opna spurningin sé í þessu og sem enginn hefur svarað og enginn getur svarað einmitt núna að getur Bitcoin náð slíkum stöðuleika að það sé hægt að nota það sem grundvöll að gjaldmiðli sem bæði hægt að nota í viðskiptum og sem geymi verðmæti. Það stóra opna spurningin og það veit enginn svarið við henni. Sveiflurnar eru óneitanlega mjög mikla núna. Þess vegna telja margir myntina ónotæfa sem gjaldmiðil. Vel að merka, í dag 19. apríl 2024 þetta sérstakur tími í sögu Bitcoin og það mjög mikið verið að fylgjast með myntinni einmitt núna vegna þess að það komið af svokölluðu fjórðu helmingunin í sögu rafmyntarinnar. Þetta eitthvað sem skrifað inn í tæknilega stjórnarskrá rafmyntarinnar að það helmingurinn sem gerist sem þýðir að núna hægist á útgáfu myntarinnar. Það eru sífellt að verða til færri einingar af Bitcoin. Ég held að lokum verði 21 miljón Bitcoin, ég held að sé kringum 19 miljónir núna, það sífellt að verða til færri. Og hvað þýðir þetta? Þýðir raun og veru bara að Bitcoin fjölgun, það hægist á henni sem þýðir einfaldlega minna framboð. Og ef það eftirspurn, ef eftirspurnin svo sama og það minna framboð og hækka verðið og svo framvegis. Þetta þessi grundvallarlega mál. Og sögulega sé þá hefur helmingurinn, þetta sem held ég orðið þrisvar áður, þá hefur hún leitt til þess að virði rafmyntarinnar eykst mjög mikið skömmu eftir þessa helmingun. Maður getur aldrei vitað það,
en það svona það sem menn að velta fyrir sig. Það sem auðvitað sérstakt við augnabliki núna að rafmyndin var ólíkt því sem gerist venjulega fyrir helmingun að ná hæstu hæðum bara fyrir mjög skömmu. Kauphallasjóðirnir vestanhafs hafa gengið mjög vel og svo verðbólgu ástand í þjóðagjaldmiðlum víðum heim sem þeirra menn leita í aðra eignaflokka, svona alls konar samverkandi þættir í þessu og fólk að fylgjast náða með þessu. Við ætlum ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta en í bendum á greiningu kauphallarinnar Coinbase sem svona einn helsta kauphallin í þessum bransa sem segir réttilega að alveg sama hvað gerist við verðið á Bitcoin þá þessi helmingun atburður sem vekur athygli fjölmiðla á helsta kosti Bitcoin sem varla hægt að neita úr þessi skipulagða, óbreytanlega útgáfa áætlun myndarinnar. Það að segja, þú bara veist hvað verður til mikið af þessu. Það verður aldrei til fleiri en 21 milljón Bitcoin. Og að vita þetta hefur í eðli sínu andstæð áhrif við verðbólgu vegna þess að það alltaf verið að búa til fleiri bandaríkjadala, það alltaf verið að búa til fleiri krónur. Það alltaf að fara að rýrna. En þarna andstæðan að verki. Vona að einhver hafi orðið einhvers vísari við þess að yfirferð. Við erum alltaf að læra hérna í fréttum vikunar. Áður við ræðum örstutt fullveldi íslensku þjóðarinnar þá ætlum við að taka sömuleiðis örstuttlega. Lexus LBX, nýr og litríkur karakter. Bíll ársins hjá Whatcar 2024. Lexus, Kauptúni. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu í vikunni að Ísland hafi gerst brotlegt gegn rétti borgara til frjálsra kosninga sem á meginreglu skilvirk réttarúrræði í þingkosningunum 2021 í munni eftir kjörbréfadeilunni, svo nefndu henni skemmtilegu kjörbréfadeilu, þar sem vafi lék á góða meðferð atkvæða í ákveðnum kosningamiðstöðum. Dómurinn hjá MDE snýst ekki framkvæmd kosningarna sjálfa, heldur í raun og veru bara það og aðalega það allavega að þingmenn hafi staðfest sjálfir að þeir hafi verið réttkjörnir. Þetta eitthvað sem Mannréttindadómstólum líst illa á og ég man eftir að fjalla þetta á sínum tíma að þetta var eitthvað sem menn töldu alveg frá upphafi að Mannréttindadómstóllinn myndi gera athugasemd við að það í stjórnarskrá, íslensku stjórnarskráni að þingmenn staðfesti eigi kjör og þetta þykir Mannréttindadómstólnum ekki lýðræðislegt hefur þá alltaf gengið upp hér en kannski ekkert sérlega lýðræðislegt og kannski bara eðlilegt að á þetta sé bent. Fæstir líta auðvitað svo á og að fá dóm frá Mannréttindadómstól Evrópu náttúrulega töluvert óheppilegt í þessu máli vegna þess að fæstir líta auðvitað svo á að það hafi eitthvað verið raunverulega bogið við kosningarnar sjálfar á þessum tíma. Já, við innreyndar sem til að þetta hafi verið svindl en enginn trúi því. Þetta þetta virtu maður en enga síður. Enginn trúi því. En þessi dómur fellur ekki að framkvæmt kosningarna heldur þetta formsatrið í stjórnarskránni að á endanum séu það þingmenn sem staðfesta eigin þingsetu að þeir geti samkvæmt skilgreiningu ekki verið pólitískt hlutlausir og því sé það ekki lýðræðislegt og eins og alltaf þegar Mannréttindadómstóll Evrópu annars vegar þá vaknar umræða fullveldi þjóðarinnar að það sé einhvers staðar fólk lengst í burtu í þessum Mannréttindadómstól sem hafi lögsögu yfir íslenskum málefnum. Og það eru fínir punktar, ég held að við höfum að hlusta á það punkta. Morgunblaðið skrifa leiðara á þessum nótum það sem segir, í þessu íslenska máli burt séð frá efni máls gætir því miður enn og aftur eindregna tilhneigingar MDE, Mannréttindadómstólsins til að útvíkka hlutverk sitt og valdsvið með því að útvíkka ákvæði sáttmálans án nokkurra lýðræðislegar, opinberar eða viðeigandi umfjöllunar á vettvangi aðildarríkjanna á kostnað fullveldis, stjórnskipulags sjálfstæðis og lýðræðis þjóðana sem þau byggja. Tilvitnun lýkur í Morgunblaðið og við segjum enn á aftur þetta verður umhugsunarefni þótt hitt sér enda líka auðvitað rétt að kannski sé það ekki galið að breyta því að alþingismenn staðfesti í kjör en hvað á Mannréttindadómstóll Evrópu alltaf að vera að segja okkur það yfir þjóðlegt vald. Þetta viðfangsefni sem við veltum stundum fyrir okkur að þessum vettvangi. Annað og ekki yfir þjóðlegt vald baráttan Bessastaði sem heldur áfram. Jón Gnarr pirraður út í Katrínu Jakobsdóttur. Hann búinn að vera í hauga fjölmiðlaviðtölum og hlaðarsveitunum að lýsa. Þetta nýtt yfirbragð Jóns Gnarr. Honum finnst framboð Katrínar furðulegt fáum hérna brot úr einni pælingum. Og með því að vera einhvern veginn einblína á það hvort þetta sé ólöglegt ekki, þá eins og það sé hort framhjóði hvað þetta stjarnfræðilega skrítið. Það bara, þetta stjarnfræðilega skrítið. Forsætisráðherra
tilkyn fólk í landinu sé bara Katrín Jakobsdóttir að fara að bjóða sig fram já, þetta er bara svona aðalkjaftasagan vikum saman, hún kannast ekki neitt við þetta og hún spurði þetta og svarar svona eitthvað, já, ég veit það nú ekki og eitthvað svona og svo bara allt hinn hún bara að fara fram og þetta bara í alla staði ógeðslega skrítið og svo líka svo fyndið á svo margan hátt sko og einmitt þetta sko allir þessir menn sem stíga þarna fram til þess að segja okkur hvað þetta sé rosalega eðlilegt þetta, nei, er þetta ekki ómönnlegt? Nei, alls ekki sko þetta er bara, en er þetta ólöglegt? Nei, held ég ekki sko og sko þannig að þetta er bara, það er náttúrulega verið að stýra svona umræðu líka ákveðin hátt sko svona manipulega. Já, það er nokkuð mikil óánægja þarna og svona Jón Gnarr er alveg pirraður sérmaður og ég veit ekki alveg hvernig þessi birtingamynd Jóns fer í fólk í þessu svona alvöru pólitíska þrasi og hann notar svona sömu tóna og notaði þegar hann var að tala um eitthvað fyndið en núna er hann ekki að tala um neitt fyndið heldur bara er hann að kvarta undan einhverju pólitík þannig að ég er ekki viss þetta er eitthvað útspil, einhvers konar stefna og kannski er þetta ekki eins og útreikna útspil að vera að tala svona mikið um Katrínu Jakobsdóttur og hennar framboð ég veit ekki hvort að Jón sé að sækja mesta fylgi til sama hóps, ég held ekki Jón er mjög vinsætti á ungu fólki Katrín er vinsætti hjá eldra fólki en þau náttúrulega eru þá að berjast einhverja hópa auðvitað, allir í sama pottinum Jón kvartar undan forskoti Katrínar Jakobsdóttur hann sagði hjá Sölva Tryggvasyni tilutnun, ég trúði þessu ekki og hélt fram að síðasta daga að þetta væri della, ég gaf þessu ekki neitt séns og þetta pirraði mig í raun og veru mér fannst þetta bara skrítið í alla staði upplifunum mín er þetta sé eiginlega ekki sanngjarnt tilutnun líkur Jón Gnarr upplifun hans að þetta sé ekki sanngjarnt að Katrín sé að bjóða sig fram og hann sé pirraður yfir því og hann er svolítið að afhjúpa mikið hérna. Hjörtur Guðmundsson, minn gamli kollegi á Morgunblaðinu og stjórnmálafræðingur, hann segir í grein á Vísi að þessi ummæli Jóns séu í raun afgerandi stuðningsyfirlýsing við Katrínu, enda þýðir þau að Katrín standi öðrum frambjóðendum framar. Jón er að tala um það ekki sanngjarnt að Katrín sé, þau séu ekki alveg jafningar. Það er margt í þessu, þannig að kannski er þetta ekki alveg nógu í hugað hjá Jóni að vera svona fúll yfir þessari samkeppni það er bara einfaldlega illt afspurnar og spurning hvernig þetta mun í raun og veru styðja við hans framboð hvort að menn ættu bara að einbytta sér að tala um sjálf á sig einhverju tæpi 2 mánuðir þetta er alltaf að fara að breytast verulega mikið en síðan er það hitt sem er rétt að Katrín er að stökkva af sökkvandi skipi úr ríkisstjórn landsins úr valdamesta embætti landsins yfir í það sem er í raun og veru bara þægileg innivinna þetta þótt að bla 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 þýðinga mikið embætti og svo framvegis það er verðbólga, það eru náttúruhamfarir það eru stóra spurningar orkumál útlendingamál, þjóðmenninguna stríð út í heimi það er margt mjög flókið í gangi í pólitík og margir sem reiða sig á að stjórnvöld séu virkilega með puttan á púlsinum og Katrín gefst upp til að verða hlutlausu sameiningatákni á Bessastöðum sem getur svona svifið í algjöru tómarúmi, barið sér á brjóst í meinlausustu og auðveldustu málaflokkum veraldar Íslendingar með heimsmet í kynjajafnrétti en við getum gert betur Íslendingar ætla að vera kolendus hlutlausir en við verðum að stíga stærri skref hugrætt, mjög hugrætt ég held að þetta sé það sem koma skal frá Katrínu í þessu embætti og ég spyr mig ef Katrín gefst upp á ríkisstjórninni svona auðveldlega þegar það þarf loksins að fara að taka erfiðar ákvarðanir hver segir þá að hún mun ekki gera það sama á Bessastöðum? Þetta eru opnar spurningar og ég veit ekki hvort að fólk vilji þetta. Og ég velti fyrir mig hvort að þessi atriði muni hafa veruleg áhrif á stöðu Katrínar í þessari baráttu. Skoðanakannanir eru ekki afgerandi að sýna stuðning við hana og töluvert minni stuðningar menn spáðu, þannig að kannski finna menn þetta á sér. Að hún sé bara forsætisráðherra að það er allt einhvern veginn leikur í lindi og COVID og þetta er einhvern veginn svo fyrirsjánlegt allt saman og núna þegar pólitíkin raunverulega byrjar þá nei, ég meika þetta ekki þetta er umhugsunarefni þannig að því leitinu til þá er þetta rétt hjá Jón Gnarr að gera athugasemd við þetta þótt að hann gerir það náttúrulega þeim forsætisráðherra hann sé byrjar að þeirra rættur að tapa þessu kostingum
Yfir í annað og út ráðstefna National Conservatism. Það svo gott að vera að maður sé að taka upp hanskan fyrir ráðstefnu National Conservatism allana. Ráðstefna, það bara, þú veist, þetta bara þetta hingað sem eru komin árið 2024, það þetta hægri sveiflan hefur leitt okkur að hingað öll ævi mín frá 1997, allt saman sem hefur gerst hefur leitt mig hingað þar sem ég ætla að tala aðeins við ykkur ráðstefnu National Conservatism sem átti að halda í Brussel í vikunni. Að ég var í Brussel hún var stöðvuð, ég var ekki að fara á ráðstefnu þetta gott og ég hefði verið til í að kíkja á ráðstefnuna hjá National Conservatism í Brussel í vikunni sem var stöðvuð af lögreglu að skipan borgarstjóra í Sant José hverfinu í Brussel. Þessi ráðstefna var stöðvuð í alvöru. Ráðstefna National Conservatism var stöðvuð til þess að tryggja öryggi almennings, var sagt. Það er alltaf yfirvarp til í myndinni, til í dæminu. Á meðal þeirra sem áttu að taka til máls á þessara ráðstefnu voru heimsþekktir þjóðlegir íhaldsmenn. Það voru Nigel Farage frá Breitlandi, Suella Braverman frá sama landi þar sem hún var ráðherra held í ríkisstjórn allir fyrir skemmstu, Viktor Orbán, forseti Ungverjalands, Erik Semur frá Fraklandi, alvöru kanónur í þessari alþjóðlegu þjóðlegu hægri stefnu í haldsömu. Eins og ég segi, flest allt stjórnmálamenn tiltölulega langt til hægri á hennum pólitíska ás. En eins og frjálslyndur borgarstjórinn í Brussel sagði, róttæka hægrið ekki velkomið í þessari borg. Ráðstefnan var því stöðvuð af lögreglunni. Allt eðlilegt við það. Það í raun og veru sturlað að við séum komin hingað. Og margir auðvitað hafa orðið til þess að fordæma þetta. Og jafnvel líka venlegt, eða jafnvel svona meginstjórn fólk, ekki bara einhverju jaðarfígúrur, forsætisráðherra í Belgíu fordæmdi þessa aðgerð að stöðva þessa ráðstefnu. Og ekki óeðlilegt að menn tjái sig þetta vegna þess að þetta er þýðingamikið. Þetta er ekki eitthvað sem gerist í tómarúmi, heldur er þetta tilhneiging sem ekki ný á nálinni, heldur er hún vaxandi og sífellt meira áberandi. Maður hefur þá tilfinningu að hugarfar ráðandi afla til dæmis innan Evrópusambandsins sé alls ekki þannig að það sé neitt sérstaklega galið að banna ráðstefnur sem að fylgir ekki að málum pólitískt, af því að það eru þetta alltaf hægt að finna einhvern vinkil á ráðstefnunum sem segir okkar að þessu hættulegar eða rétt eins og upplýsingar á netinu, upplýsingar óreiða, jafnvel hatur, þetta er hættulegt, þetta eru öfgar. Og síðan það hin hliðin. Við sáum svipað í Berlín í vikunni þar sem að ráðstefna allir stuðnings Palestínu var stöðuð. Yanis Varoufakis, fyrrverandi fjármálaráðherra Grikkja, var raunverulega gerður útlægur úr Þýskalandi. Samkvæmt því sem ég les úr viðtali við hann í Unheard. Hann hefur verið gerður útlægur úr Þýskalandi af innanríkisráðherra Þjóðverja vegna einhverjar ráðstefnu Palestínu. Þjóðverjar eru eins og þekkið mjög hallir undir málstað Ísraels í stríðsátökunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Og rauna merkilegt, ég var að tala við þýska blaðamenn sem voru í heimsókn á dögunum og þú finnur ekki þann þýska blaðamenn sem hefur ekki yfirgnæfandi samúð með málstað Ísrael á meðan maður myndi segja að svona á meðal eiginlega alls vinstrisins og töluvert hluta hægrisins í raun og veru hérna á Íslandi sé yfirgnæfandi stuðningu við Palestínu. Þannig að þetta er með breytilegt eftir stöðum og auðljóslega saga þarna í Þýskalandi sem skapar ákveðna tengingar. En einhvers veginn það sem ég vildi setja hafa. Hann má ekki koma til Þýskalands, Yanis Varoufakis, sem var fjármálaráðherra Grikkja, harður vinstri maður. Hann má ekki koma til Þýskalands, hann má ekki eins og senda út myndband skilaboð til Þjóðverja. Hann er ólöglegur. Og þetta er þróunin. Þannig að Yanis Varoufakis er ekki öfga hægri maður, hann er öfga vinstri maður. Þannig að þetta er í báðar áttir. Þannig að ég segi, kæru áhörundur sem eru að hlusta, til vinstri eða hægri, ekki láta berast með strauminum. Þessari ríku tilhneigingu á meðal frjálslynda vinstrisins, eða öllu heldur frjálslyndu, svona hún er mest áberandi að mínum mati á meðal svona frjálslyndu glóbalísku miðjunar, ekki láta berast með strauminum að það sé vísast að banna pólitíska skoðanir í stað þess að takast á við þær. Af því að það er einfaldlega mjög hál slóð að feta
Og athugum líka og verðum að hafa í huga að þetta aldrei gert undir því yfirskinni að nú skuli banna þessa skoðun eða þessa stjórnmálastefnu. Heldur eru hinn áhrifaríku nýju hugtök notuð, haturs, orðræða, upplýsinga, óreiða, öfgastefna. Þess vegna tökum við hér í þessum þætti notkun þessara hugtaka alltaf með fyrirvara. Því að eins og þið sjá að þessum tveimur dæmum, ef að stjórnvöld komast upp með hvað sem með því að beita þessum hugtökum fyrir sig, þá raunverulega lifum við ekki lengur í frjálslyndum lýðræðisríkjum. Það ekki ofmælt. Þannig að við skulum hafa þetta hugfast. Annað, við hér á ritstjórninni rákum augun í það í vikunni að nú eru skipuleggjendur formlega farnir að keyra kostaðar auglýsingar fyrir viðburðin Enhanced Olympics sem á að vera haldin árið 2025, þar sem íþróttagörpum verður leyft að taka þátt í þessum ólympíuleikunum, hálfpartinn, án allra lyfjaprófa. Stofnandi viðburðarins Aron de Sousa. Fáum brot úr hlaðarsviðtali við hann. I think doping should be erased from our language. Aron de Sousa is the president of the Enhanced Games, the Olympics of the future. The major difference? Athletes are allowed to take performance-enhancing drugs. 44% of athletes competing at Olympic level competition have used banned performance enhancements, yet only 1% have been caught. So instead of this dishonest playing field, let's do it all out in the open. We want to build a games that embraces technology, whether it's CRISPR gene editing, brain-computer interface. Ultimately, it's performance-enhancing drugs, but it's so much more than that. What sports are included? Track and field, swimming and diving, gymnastics, combat sports, and weightlifting. Hlaup, sund, bardagar, liftingar, keppt í öllu og þú mátt nota hvaða stera, hvaða lyf, hvað sem í raun og veru sem getur hjálpað þér að styrkja líkamann og undirbúið fyrir keppnina. Augljóslega ekki óumdeilt. Augljóslega frekar sturlupæling. En það var tilkynnt hérna á dögunum það að mjög stór nöfn í vísifjárfestingum í Bandaríkjunum væri að koma á borðinu. Peter Thiel að fjárfesta þessum nýju ólympíuleikum. Balaji Srinivasan fjárfesti líka, Christian Angermayer, þetta eru alvöru fjárfestar. Þannig að þetta ekkert grín, þetta mögulega í alvörunni að fara að verða að veruleika ólympíuleikar án lyfjaprófa. Ég veit ekki eins og hvort sér löglegt. Peningana á að nota, sem safnast í þessu, peningana á að nota að borga íþróttamönnum fyrir að taka þátt í fyrstu leikunum, það að fá menn að borðinu og þeir súvilitni yfir þegar skila árangri. Ástralski sundkappinn James Magnussen sem var annars hættur að keppa í sundi, hefur fallist á að taka þátt í leikunum og lyfja sig í gang í vonum að bæta heimsmetið í 50 metra sundi. Sundspretti einhverjum. Held að eigi önnur heimsmeti í öðrum flokkum en vill fara í 50 metra. Þannig að þetta er gífurlega spennandi. Ef að menn fara raunverulega að keppa án lyfjaprófa. Þetta á að vera haldið 2025, þetta hefur frestast nokkru sinnum en menn eru samt kókraustir. Ég velti fyrir mig, væri ekki forvitnilegt eða væru komin einhvern veginn 2 lög af heimsmetum, þar að segja annað með lyfjaprófum og hitt ekki. Sko að taka þetta skref vekur auðvitað upp forvitnilegar siðferðislegar pælingar. Hversu langt náttúrulega erum við að ganga í að halda aftur af framförum með vegna viðkvæmni okkar fyrir inngripum? Og hvað sannarlega of langt gengið? Alltaf meðist þetta fara inn í þessa umræðu sem líka uppi þessa dagana bara einfalda gervigreindina og tækni þróunina. Ég hlusta á viðtalum á dögunum við mannanafni Brian Johnson. Þið getur googlað en hann hefur verið gert garðin frægan fyrir að reyna að snúa við öldrunarferlinu. Ég hlusta á viðtal við hann í hlaðvarpinu Moment of Zen og hann var að tala sem sagt að hann telur og finnur það mjög sterkt að við lifum á einhvers konar algjöru fyrir og eftir augnablikki, þar sé eitthvað að fara að breytast alveg mjög róttækt, við séum enga veginn búin undir það, en hann með hugan við þetta yngingarferli að vera eins og ungur hann getur verið, að lifa eins lengi hann getur verið, að snúa öldrunni við og hann var að taka dæmi sem kemur inn á þess að tekið þetta við þessu ólympíuleika. Hann að spyrja ef að hann með nanovélmenni, pínulítil nanovélmenni sem eitthvað sem til held ég. Ef hann með pínulítil nanovélmenni í líkama sínum að snúa við öldrun sinni og endurnýja frumur, komið með vélmenni inn í sig, hvað hann þá? Hann maður eða hann vélmenni? Af því að hann hefur ennþá sömu vitund, sama ásetning, þannig að ef hann gæti haldið líkama sínum á lífi svo lengi með þessu, eitthvað lengur, þá hann orðin eitthvað annað en maður, í þeim skilningi hann lifi lengur. En ég meina, ekki öll lyf, eru þá ekki öll lyf, stigsmunur, eðlismunur, líftækni.
Silikon endist betur en mannsholdið, þannig að það væri hægt og rólega að skipta öll út, ég veit það ekki. Þetta þarna það eitthvað ótrúlega að fara að gerast. Ray Kurzweil, eins og ég nefndi nú í greinum daginn, segir að þú ert lifandi eftir 5 ár, þá ertu líka lifandi eftir 500 ár. Eins gott að fara varlega. Að lokum, stuttlega. Rapparadeilur. Ég vildi nefna þetta, vinsælasti rappari heims Drake og rapparinn Rick Ross. Menn sem unnu tölvört saman hér á árum áður eru í bífi eins og sagt í rappheiminum, þeir eiga í illdeilum sín á milli. Það lag frá Drake þar sem hann var að lítilsvirða aðra rappara hægri vinstri og þá brást Rick Ross illa við og fór að í að því að Drake hafi farið lítið aðgerð. Það var oft svona sögusagnum Drake og það stóð ekki að svörum frá Drake sem þekktur fyrir að taka svona illdeilum nokkuð alvarlega þegar þær koma upp. Og hann sagði að hann árangur Rick Ross á metsölulistum í gegnum tíðina sér að þakka og þannig hefur þetta gengið á með pillum sem fara milli rapparana. Ein athugasemd Drake var athugasemd sem mér persónulega sárnaði. Hann birti mynd af heimili Rick Ross og gerði lítið úr heimilans á Miami, birti mynd af þessu húsi sem alltaf ekki neitt lítið eða ljótt að mati okkar. Og Drake sagði this shit the Miami starter pack, þar að segja þetta drasl Miami fyrir byrjendur. Og svo gengur Drake enn lengur og skrifar you living in a content creator crib. Þú býr í húsi fyrir content creatora. Það er að segja fólk sem býr til efni fyrir samfélagsmeira. Og þetta hitti mann nær í hjartastað, ritstjórn upplifir sig sem content creator, hann skapari og hann kærir sig svona lítilsvirðingu, fara að vinsælasta rappara mannkynssögunar, Drake og Rick Ross. Ég var að flytja á nýjan stað á dögunum sjálfur og ég stoltur af því að búa í content creator crib. Ég ætla að eigna mér þetta orð og gera það jákvætt að þessu öllu sögðu. Þetta verður ekki mikið lengra hjá okkur að þessu sinni í fréttum vikunar. Hvar sem þið að hlusta, í alvöru, fylgið okkur. Við erum rétt að byrja, þetta að fara að vera ótrúlegt verkefni. Við minnum á samstarfsaðil okkar, Reykjavík Fótó, Þorgrímsson og Myndkaup. Þetta alveg íslensk fyrirtæki sem ég hvet ykkur einlega til að stunda viðskipti við vegna þess að það allt hægt. Við getum reykið þennan fjölmiðil, verið í veislu, vesla við þessi góðu fyrirtæki, verið í veislu, skapa verðmæti, fara að grafa eftir olíu, með þetta hefum daginn að við þurfum að fara að gera það. Við minnum á kjörorð fréttaþáttarins. Þau eru ást á ættjörðu og ást á sannleika. Þau eru komin frá Jónasi Hallgrímssyni. Við viljum sakleysislega, vinalega, þjóðlega, endur, reisn, jákvæðis og öflugs hugafars á Íslandi. Vókismin, við erum að reyna að knýja hann til kyrrar. Höldum því áfram í næstu viku. Þar sem við sjáumst hér næsta föstudag. Þangað til þá, kæru áhorfendur, Guð bless ykkur.